Byrja. Já, góðan daginn. Velkomin hingað í fundarsal bæjarstjórnar í stjórnsýsluhúsinu í Ísafirði á bæjarstjórnarfund númer 533. Í dag er 2. maí 2024 og klukkan er 17:00. Mætt til fundar Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Sædís Ólöf Þórsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Þorbjörn Halldór Jóhannesson. Starfsmaður fundarins er Bryndís Ósk Jónsdóttir bæjarritari. Fyrsta mál á dagskrá er lagður fram til fyrri umræðu ársreikningur Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2023 og stofnana hans og fyrirtækja fyrir starfsárið 2023. Orðið er laust ársreikninginn. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Nú erum við sem sagt að fara í fyrri umræðu þennan ársreikning eins og reglur og lög gera ráð fyrir að sé gert. Hann er að langflestu leyti mjög jákvæður þessi ársreikningur. Frávik frá áætlun voru kannski minni háttar að frátöldu einu atriði. Mér líður svona dálítið með þennan ársreikning eins og eftir Fossavaðsgöngu þegar að maður stendur sér ágætlega en það er eitthvað svona eitt sem að klúðraðist. Maður datt í brekkunni niður að Miðfellshálsinum og það sem að er í þessu tilviki er 100 milljón króna bakreikningur frá lífeyrissjóðnum Brú vegna endurmats á lífeyrisskuldbindingu. Það hefur í sjálfu sér ekki áhrif á greiðsluflæði en hefur áhrif á niðurstöðu ársreikningsins sem að gera það að verkum að A-hlutin er neikvæður en hefði ella verið jákvæður en A og B hluti saman eru jákvæð 100 milljónir rúmlega. Önnur frávik eru ekki umfram það sem eðlilegt má teljast í rekstri sveitarfélags af þessari stærðargráðu og við fengum hér fyrir fund kynningu frá endurskoðunarfélaginu KPMG sem hefur verið að fara yfir þetta og gerir einungis smávægilegar ábendingar við ársreikninginn og við þá stjórnsýslu sem að viðhafð í sveitarfélaginu sem að tengist fjármálastjórn og umsýslu. Mér langar að vekja sérstaka athygli á nýmæli sem að hér er lagt fram með ársreikningi og það er það sem að heitir það er kallað í þessum gögnum okkar ársskýrsla, er það ekki? Skýrsla með ársreikningi heitir það. Þetta er nýmæli 33 blaðsíðna plagg þar sem að farið er yfir í raun hvað það er sem við fáum fyrir þessa 7-8 milljarðar. Hver eru stöðugildin, hvaða framkvæmdir hafa verið, hvernig reksturinn hefur gengið og hvernig skýra má þau frávik sem eru milli áætlunar og lokaniðurstöðu og þetta er verulega læsilegra heldur en ársreikningur sem að maður á að venjast sem eru bara tölur með orðum sem að erfitt er að skilja. En það er auðvelt að skilja þessa skýrslu og það er meira að segja útskýrt svona bara hvernig grunnfyrirkomulag í sveitarfélagsrekstrinum er eins og til dæmis taflan á blaðsíðu 2 það hvernig við í sveitarfélögum hér á Vestfjörðum skiptum með okkur verkefnum sem að tengjast félagsþjónustu, velferðarþjónustu, ofbeldisaðgerðum og ýmsu fleiru. Ég vil hrósa embættismönnum sérstaklega fyrir þessa skýrslu. Ég held að hún sé verulega gagnlegt gagn fyrir ekki bara kjörna fulltrúa heldur allan almenning að átta sig á rekstrinum og sveitarfélaginu og kannski ekki síst fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar að fá á einum stað ýmsar gagnlegar upplýsingar sem að ella væri erfitt að draga fram. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta en ég held að þessi ásetningur sýni glögglega að rekstur Ísafjarðarbæjar er í góðum höndum. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Kristján, gjörðu svo vel.
Forseti bæjarfulltrúar. Maður verður nú komið upp þó að þetta sé bara fyrri umræða sko. Bara svona rétt til að taka á þessu. Ég taka undir með Gylfa að þetta er á mörguleiti mjög fínn ársreikningur og þetta hefðu við öll viljað sleppa þessum bakreikningi frá brú. Þetta er svo sem það sem að bæjarstjórn hefur verið að reyna að stefna að reyna að koma jafnvægi og betri árangri í rekstri bæjarins okkur öllum til heilla. Við svo sem skuldum alveg ennþá fullt af peningum og við höfum verið að vinna í því síðan 2018 að lækka þær skuldir og erum enn í því verkefni með núverandi bæjarstjórn og þær snúast agalega að Eyri og fasteignum Ísafjarðar sem að hjálpa okkur verulega við að lækka skuldir ef við komumst að ákveðnum lausnum þar sem við höfum búin að vinna að mjög lengi og gengur mishratt hjá okkur að koma þeim verkefnum af stað. Þetta eru ákveðin hlutir sem við getum líka alveg gert betur og þurfum að skoða og eitthvað sem við getum ekki áætlað. B-hluti, þegar maður skorar á B-hluti þá lítur þetta alltaf betur út en það eru samt B-hlutastofnanir sem að einhvern veginn hverfa út af vel góðu gengi hafnarinnar. Við erum að reka Eyri, við erum að reka byggðasafnið, við erum að reka vatnsveituna og fasteign Ísafjarðar í tapi. Það er ágætt hjá okkur að reyna að vinna því öllum höndum að við náum sem flestu upp fyrir plús og ég held við séum að því það kom upp ákveðnar viðhaldsaðgerðir í vatnsveitunni sem þurftum að fara í óvænt Ísafjarðarbær en að mörguleiti mjög jákvætt og ef við höldum áfram svona þessari braut þá held ég að við okkur séu allir vegur færir framtíðinni. Takk. Takk Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Jóhann Björnsöl. Forseti bæjarfulltrúar. Það er svo sem alveg rétt, þetta lítur vel út, þökk sé gríðlegum tekjuaukningu hjá sveitarfélaginu en það er svo sem alltaf gott að skoða líka skuldirnar og hvernig við niður njörvar á B-hlutann og A-hlutann og þá af 9,8 milljónum eru skuldir A-hluta 7,3 milljónir. Þannig að og Eyri, hjúkrunarheimilið Eyri er 1,5 milljarður af þessum 9,8 og vissulega væri gott að losna við þann pakka og eins fasteignir en það er heildarskuldir hjúkrunarheimilisins Eyri og fasteigna eru 2,5 milljarður en eftir stendur þessi stóri pakki á A-hlutanum sem er 7,3 milljarðar og þar er held ég vandamáli okkar á stórum hluta og eignastaða Ísafjarðarbæjar stendur í eignirnar 11,4 milljarðar, skuldirnar 9,8 milljarðar, þannig að eigið sveitarfélaginu er ekki með 1,6 milljarður. Þannig að ég held að markmiðið okkar ætti að vera að koma A-hlutanum úr mínus í plús og þá er ekki nægilegt að hafa hann bara fyrir ofan núlli, heldur þurfum við að grynnka á skuldum A-hluta og það gerum við ekki með því að selja fasteignir eða hjúkrunarheimili Eyri. Takk fyrir þetta, Jóhann Birgir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá ber forseti upp til atkvæða tillögu að vísa ársreikningi Ísafjarðarbæjar, stofnana hans og fyrirtækja fyrir starfsárið 2023 til síðari umræðu og samþykktar. Þeir sem eru samþykkt vinsamlegast gefa með merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komið að öðru mál á dagskrá. Þetta varðar gjaldskrár 2024. Þetta er tillaga frá fundi hafnarstjórnar nr. 251.
Fundurinn var haldinn 30. apríl 2024 og er tillagan að bæjarstjórn samþykki uppfærða gjaldskrá hafna Ísafjarðarbæjar þar sem við bætist leigugjald fyrir bílastæði á hafnarsvæði. Svæði verði leigt frá maí til september og gjaldi verði 35.000 krónur fyrir tímabilið. Einnig er bætt við gjaldskrána gjald fyrir leigu á fríholtum. Gjaldi verði 65.000 krónur per einingu fyrir hverja byrjaða 24 tíma. Orðið er laust þessa tillögu hafnarstjórnar. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Fyrir ekki. Ég er með opið hérna, opnað hérna dagskrá bæjarstjórnar og er að bera upp hérna, er að opna hérna málvarandi gjaldskrár. Orðið er laust og það er enginn sem að kveður sér hljóðs og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skefið mér merki ef þið er samþykkt og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að þriðja máli á dagskrá, það er samþykkt meðhöndlun úrgangs, breyting á 16. grein. Þetta er síðara umræða og orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða og vinsamlega skefið mér merki, þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fjórða mála á dagskrá. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 629. Fundurinn var haldinn 24. apríl síðastliðinn og að bæjarstjórn samþykkja heimila útgáfu framkvæmdaleyfis vegna framkvæmda á Flateyri með hliðsjón af framlögðum gögnum af umsókn og þetta varðar endurbygging snjóflóðavarna. Orðið er laust þessa tillögu. Og Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, hér er til umfjöllunar að heimila útgáfu framkvæmdaleyfis vegna framkvæmda við þennan garð sem er langþráður. Eftir flóðið í janúar 2020 var farið í umfangsmikla endurskipulagningu og endurhönnun á þessu verkefni og ég vona að með þessu verði hægt að hefja framkvæmdir sem allra fyrst til þess að tryggja öryggi íbúa á Flateyri. Við undirbúning þessa verkefnis þá hafa verið haldnir fjöldamargir samráðsfundir og ég held að verkið hafi stórlega batnað við það ferli. Ég held að sumt af þessu geti orðið bara mikil bæjarprýði svona innan þeirra marka. Þetta er náttúrulega mikil áframhaldandi röskun á þessu fallega bæjarstæði en ég fagna þessu að öðru leyti. Takk Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Steinunn, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég verð nú allavega að segja eitthvað. Mér máli skilt og mjög ánægð að þetta sé einhvern fast að þessu og hafði sofnað en það var nú einhver vinna í gangi og nú er þetta bara að gerast og búið að semja við verktaka. Þannig að með þessu erum við að samþykkja að framkvæmda áætlun á öllu verkinu ekki sundurlega. Þannig að það sé ekki sem ekki að tefja það neitt frekar. Hún verður svo byrjað í Innra Bæjargili á þessu ári, þannig við býðum bara eftir að fara að sjá gröfur og líf í fjallinu, þótt þetta sé svolítið mikið röskun og bara mikilvægt að við fylgjum eftir og að sé svo unnið við mótvæðis aðgerðir því að maður nú alveg allavega einn bæjarfulltrúi sem er aldrei verið að eiga við hérna Ísafirði að sé gengið frá eins og lofað var og ég held að þessu þurfum bara svolítið að passa það. Þetta verður alveg heilmikið, sérstaklega það kemur þarna 2007, en það ekki, þá vorum við að fá, nei 2008, þá fórum við hafnarsvæðið, svo það verður svona
2028, hvað sagði ég? 2007, 2008, já, aftur tíman. 2028, já, þá verður svolítið svona sem að kannski breytir svolítið ásýndinni á eyrina og mikilvægt að það verður svolítið nú staðið við þessum voru sett í mótaðs aðgerðir og því verður byggt eftir og kannski okkar að hér að fylgja því bara eftir. Annars þetta bara eitthvað sem að færa okkur íbúa Flateyrar til að geta sofa betur þegar að verið slíkt. Herri, já, takk. Takk fyrir Steinun. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég tillögu útgáfu á framkvæmdaleyfi til atkvæða, vinsamlegast með merki. Þetta samþykkt samhljóða. Þá erum við komið að 5. mál á dagskrá, það varðar Hlíðarveg 50 á Ísafirði. Þetta tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 629. Fundurinn var haldinn 24. apríl síðastliðinn og að bæjarstjórn samþykkja heimila breytingu á lóði Hlíðarveg 50 í samræmi við meðfylgjandi lóðablað tæknideildar. Orðið laust þessa tillögu. Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúi og aðrir tilheyrendur. Bara byrja því að fagna því að það sé tekið svona vel á því að umsækjandi sækir breytingu og það sé bara komið í gegn. En ég ætla bara að benda á að göngustígurinn sem að liggur þarna upp og tengist inn á göngustígakerfi snjóflóðvarnanna fer inn á lóðina og ég vænti þess að það verði gerðar ráðstafanir að hann verði þá áfram til staðar fljótlega, ekki eftir mörg ár eins og oft og tíðum vill verða. Takk fyrir þetta, Jóhann Birkir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlegast gefið merki ef þið eru samþykk þessu. Þetta samþykkt samhljóða. 7. mál á dagskrá, það aðalfundur hvetjanda 2024. Þetta til að forseta að bæjarstjórn veiti bæjarstjóra umboð til að sækja aðalfund hvetjanda sem boðaður 14. maí næstkomandi og þá að fara með atkvæðisrétt sveitarfélagsins á aðalfundi. Í því umboði felst að jafnaði að viðkomandi geti boðið sig fram í stjórn félagsins og tekið þar sæti ná hann kjöri á aðalfundi. Orðið laust þessa tillögu forseta. Og það enginn sem hefur beðið orðið, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlegast gefið merki ef þeir eru samþykk. Og þetta samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundargerðum. Það 7. töluliður á dagskrá, það fundargerð bæjarráðs, lög fram til kynningar, fundargerð bæjarráðs nr. 1282. Fundurinn var haldinn 29. apríl síðastliðinn og í 8 liðum. Orðið laust þessar fundargerð. Nanni, gjörðu svo. Forseti bæjarfulltrúar, á þessum fundi þá tókum við fyrir frumvarp til kynningar og lagareldi á Íslandi. Það skilafrestur á umsögnum til 8. maí og veiti til þess að bæjarstjóri að vinna umsögn í anda þess sem við ræddum á þessum bæjarráðsfundi. Eftir þennan fund þá var einnig fundur hjá Vestfjarðastofu þar sem við ræddum þessi mál og þar kom fram og ræddum við allavega 2 atriði sem ég held að skipti sveitarfélagi miklu máli og samfélögin á Vestfjörðum. Náttúrulega fyrir utan það hvað almennar árásir á þessa atvinnugrein og Vestfirði og marga íbúa sem að upplifa sig sem upplifa
mikla vanlíðan vegna þessari umræðu því að fólk óttast atvinnumissi og óttast bara detta aftur í það far sem að Vestfirðir voru í kringum 2000 að það er bara að stöðva fiskeldi á Íslandi í sjó og talaði að þar séu eingöngu erlendir aðilar í fjárfestingum og svo lest maður það í Morgunblaðinu í dag að þarna eru áskoranir frá til dæmis mjög mörgum erlendum aðilum að við eigum að láta þessu þannig að það virðist greinilega skipta máli í hvoru liðinu erlendu aðilarnir eru þannig að sem mjög áhugavert en það sem við ræddum í Vestfjarðastofu voru 2 atriði sem að geta skipt okkur gríðarlega miklu máli sem sveitarfélag sem að hefur aðkomu að fiskeldis-kvíum og fiskeldi almennt. Það er í fyrsta lagi grein 37 í frumvarpinu og ég er að skrolla rosa hratt til þess að ná þessari grein sem að fjallar hvernig fiskeldisfyrirtækin eiga að skilja við sig á svæðum sem þeir eru hættir að nota. Og það er kallað í þessum drögum bara 37. grein búnaður sem ekki í notkun. Þar í drögunum talað að þegar notkun á búnaði lýkur skal rekstrarleyfi hafi fjarlæga allan slíka búnað af eldissvæði að kröfu Matvælastofnunar. En rekstrarleyfishafi getur óskað eftir undanþágu ef hann ætlar að nota svæðið aftur innan 20 mánaða sem allt í góðu. En eða ef viðkomandi búnaður yrði augljóslega ekki til þess að torvelda aðra nýtingu viðkomandi eldissvæðis. Og við ræddum það að þetta geti orkað mjög tvímælis. Hver ætlar að taka ákvörðun það að búnaðurinn augljóslega hafi ekki áhrif á svæðið til framtíðar. Við vitum til dæmis að ankeri hafa ekki áhrif á svæðið sjónræn áhrif en þau geta haft áhrif á svæðið sem ef svæðið nýtt til togveiða eða annars slíks. Þannig að við ræddum það að það væri mjög mikilvægt að þessi grein endurskrifuð á þann hátt að fyrirtækin ættu bara algjörlega að losa allt sem að þau komi með inn á svæðið. Þannig væri sjálfbærni og þannig væri svæðið afturkræft að þau bara skildu ekkert eftir sig, tækju bara allt, bæra ábyrgð því og að búnaður sem þeir þurfa að farga að hann væri bara algjörlega á þeirra ábyrgð og kæmi aldrei inn í umhverfi sveitafélagsins sem búnaður sem þyrfti að farga. Við fórum til dæmis í heimsóknin í Funa fyrir ekki svo löngu síðan. Þar hrúga af rörum úr fóðurprömmum sem ekki hægt að farga af því að það leyndarmál. Hvaða efni eru í þessum rörum af því framleiðslu leyndarmál. Þannig að það veit ekki hvaða efni eru og hver þá farvegurinn. Og þannig að þetta ætti algjörlega að vera á ábyrgð fyrirtækjanna og þau eiga að koma þessi í ferli og þetta var ekki að hafa neitt snertiflötu við sveitafélagin. Hitt atriði sem við ræddum var umhverfissjóður og samfélagssjóður. Þar kemur fram svona skipting á því hvað á að hvaða greiðslur eiga að falla til í hverjum sjóði og ef að fyrirtæki verða umhverfisvænni í framleiðslu sinni að þá greiða þau minni fé inn í samfélagssjóðinn sem að okkur þætti eðlilegt að ætti að greiða þá minni fé inn í umhverfissjóðinn. Því að þá ekki refsa svæðunum í kringum fiskeldið ef að fiskeldisfyrirtækin verða umhverfisvænni, það ætti þá eðlilega að vera minni peningur í umhverfissjóðinn því þá ætti að vera þurfa að vera minni rannsóknir og minna eftirlit. Þannig að ég veit til þess að þetta punktar sem að Vestfjarðastofa ætlar að skrifa og það væri líka áhugavert ef við sendum frá okkur svipaða punkta. En annars bara áfram Vestfjörðir og við getum ekki látið svona skrif hafa neikvæð áhrif á okkur, við verðum alltaf að standa keik og með okkar málum. Takk. Takk fyrir þetta, Nanni. Eru fleiri sem vilja taka til máls fyrir þessum lið? Svo ekki, þá fundargerð bæjarráðs númer 1282 framlögð.
Þá erum við komin að fundargerð nr. 1281. Sá fundur var haldinn 22. apríl. Það er að segja að þetta er fundargerð bæjarráðs og er fundargerðin í 9 liðum. Orðið er laust fundargerðina. Og það er enginn sem kveður sér ljós, þá er hún framlögð. 9. mál á dagskrá, það er lögð fram til kynningar fundargerð nr. 252 frá fundi Hafnarstjórnar. Fundurinn var haldinn 30. apríl 2024 og er fundargerðin í 4 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá er hún framlögð. Þá erum við komin að 10. máli, það er fundargerð lögð fram til kynningar fundargerð 40. fundar sameinaðrar almannavarnanefndar Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps. Fundurinn var haldinn 23. apríl síðastliðinn og er í 4 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og Vestfirðingar, vonandi sem flestir að hlusta. En undir fyrsta lið er tekið hérna sem sagt fram verið að ræða farsím og tetrasamband og ég ætla nú bara að ræða það hér og það væri bara gott hjá okkur í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar að pressa á það að mokstur yfir Dynjandisheiði verði settur í betra horf en hefur verið. Nefni þá sérstaklega eftir páska þegar leiðin Ísafjörður Reykjavík var nánast auð nema á 6 km kafla á Dynjandisheiði og fólki var snúið við af því að vegagerðin mokaði ekki einn bíll sem festi sig. Þannig að núna með betri vegasamgöngum þetta svæði og bara að tryggja þetta sem eitt atvinnusvæði sunnanverðu Vestfirði og við sem hér fyrir norðan erum, að það er bara mjög mikilvægt að tryggja að mokstur verði þarna alla daga og við ættum eiginlega bara að eiga fund með vegagerðinni þetta, að það er ótækt að þetta sé ekki mokað daglega og sér í lagi náttúrulega fiskflutningar sem eru hérna á milli og þá að þetta veri gert eins og til stóð, þetta veri eitt atvinnusvæði og í framtíðinu eitt sveitarfélag. Takk fyrir þetta, Jóhann Birgir. Eru fleiri sem vilja taka til mál sem fyrir þessum dagskrárlið? Svo er ekki og þá er þessi fundargerð almannavarnanefndar framlögð. 11. mál á dagskrá, það er lögð fram til kynningar fundargerð fundar skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 629. Fundurinn var haldinn 24. apríl síðastliðinn og er fundargerðin í 13 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Og það hefur enginn beðið orðið og þá er þessi fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar framlögð. Þá erum við komin að fundargerð skóla, íþrótta og tómstundanefndar. Hún er lögð hér fram til kynningar og þetta er fundargerð nr. 4. Fundurinn var haldinn 17. apríl 2024 og er í 5 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá er hún framlögð og að síðustu þá erum við hér með fundargerð nr. 146 frá fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar. Fundurinn var haldinn 23. apríl síðastliðinn og er fundargerðin í býttu nú best að ég opni hérna. Hvað segi ég? 4 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Nanni, gjörðu svo vel.
Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla að fara bara stuttlega yfir fundargerðina en annars tilbúin til að svara ef það er einhverjar spurningar. Við fengum hérna bréf frá hverfisráðum varðandi atriði sem mætti betur fara í Súgandafirði og Önundarfirði. Ákváðum að lista þetta upp og senda það til viðeigandi deilda innan samstæðu Ísafjarðarbæjar, einnig frá hverfisráðinu og Þingari, sem er náttúrulega ekki á okkar könnu sem kemur fram í þessum fundargerðum, en við tókum sannarlega tillit til þeirra atriða sem að við getum haft eitthvað með að segja. Við fengum umsókn einnig tjaldsvæði á Suðureyri. Það hefur komið til okkar áður, svona verið breytilega skoðanir á því hvar tjaldsvæðið á að vera. Það er á skipulagi tjaldsvæði fyrir ofan Tjörnina sem er bara ekki gott svæði þar sem það er blautt og í brekku og engan hátt spennandi. Það er ekki annað svæði skipulagt og það var verið að sækja svæði sem að hugsanlega gæti verið lóð og þannig að við gátum ekki útluta því, en skipulag á Suðureyri er í endurskoðun, þannig að starfsmanni var falið bara að eiga samband við bréfritara. Þriðja máli lögðum við fram til kynningar og svo fjórða máli þá ræddum við það lítilega en óskuðum eftir að fá kynningu á örtjekk frá verkefnastjóra Vestfjarðastofu og það hefur verið umræða það að örtjekk sé íþykjandi. Þó svo að við viljum vera umhverfisvæn með umhverfisvottun, þá er þetta þungt í vöfum. Það er erfitt að fá stofnanir og deildir sveitarfélagana, og ég tala þá bara reynslan á öllum sveitarfélögum á Vestfjörðum til þess að halda utan þau gögn sem þarf að halda utanum. Þannig að það eru svona ýmsar vangaveltur sem að við vildum gjarnan heyra frá verkefnastjóranum framhaldið. Þannig að við tókum þetta ekki til efnislegrar afgreiðslu. Takk. Takk fyrir, Nanni. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá er fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar nr. 146 framlögð. Þá er dagskráin tæmd. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir góðan fund og þeim sem áhlýtu. Fundið er slitið.